Raforka auðvitað bara misdýr eftir í hversu mikið álag á kerfið og við þekkjum öll umræðuna raforkuöryggi og nóg rafmagn til á landinu bara til að til dæmis stuðla orkuskiptum í samgöngum með rafbílunum og álagið mjög ólíkt eftir klukkutímum per dag og líka bara eftir hvort það sé sumar eða vetur. Kalt úti eða rafbílarnir eyða miklu rafmagni eða bara breytileikinn mjög mikill. Og eðli okkar að við komum heim úr vinnunni og setjum bílinn í samband og þvottavél og setjum allt í gang þegar við komum heim úr vinnunni og þá þetta bara álagið mikið og þá í eðli sínu raforkan dýrar á þeim tíma. Og það sem við gerum að við erum að stilla verðið eftir tímabili dags og svo erum við líka með mismunandi verð á milli sumar og vetur sem hefur ekki þekkst hér á landi áður.